Þá erum við komin í kafla 6.2. Þetta er 7. hluti og annar kafli og það er aðkoma og staðsetning. Staðsetning byggingar hefur náttúrulega aðalega skipulagsatriði en það eru vissir hlutir í byggingunni sjálfri sem maður þarf að passa upp á, eins og til dæmis útskagandi byggingarhlutar, að maður passa upp á þeir þurfa að með ekki vera lægri en 2,4 frá jörðu. Til dæmis eins og þegar maður er að ganga á gangstétt eða hjóla, að þá er náttúrulega ekki gott að ganga beint á útskagandi byggingarhluti. Þetta getur verið svalir, getur verið útskagandi gluggarhluti eða eitthvað. Dæmi svona sem ég tek nú alltaf, það er hérna Barónsstíg. Þegar maður lappar upp Barónsstíg frá Skúlagötunni, þá er útskagandi byggingarhlutar á íbúðum aldraðra þar, eða 60+ íbúðum. Og við sem vinnum við Mannvirkjastofnun, við erum að lappa upp á Laugaveg til að kaupa okkur í hádeginu, að þá lappa maður á þessa og við erum ófá á kúlurnar á hausnum. Ef maður lappar með einhverjum og er ekki að horfa beint fram, tala við viðkomandi sem er að ganga upp með, að þá gengum maður beint á þetta. Þetta er stórhættulegt og þetta ber að varast. En það mega samt svona útskagandi byggingarhlutar geta þó verið lægri heldur en nær jörðu, en það þarf þá að vera fyrir neðan 70 cm frá jörðu. Það er í lagi, því það er þá bara börn sem ekki eru fann að geta gengið sem að myndi þá reka sig í, og það er öllum líkindum eru þau yfirleitt í fylgd fullorðna. Og svo förum við hérna í 3. greinina í öðrum kaflanum og þar er algilda hönnun við aðkomu að byggingum. Þar ber að passa upp á lýsing og liti, merkingar, þreplausa aðkomu, leiðarlista fyrir blinda og sjónskerta, svo þeir finni nú leiðina að inngangnum, upphitaðar aðalgönguleiðir þar sem það er hægt. Við förum ekki fram á það á köldu svæðum landsins. Áherslumerkingar við hæðabreytingar, mikið atriði, því ef að til dæmis segjum að það væri tröppur sem er nú ekki æskilegt í aðkomum, en segjum að það sé trappa og rampi við hliðina á, þá er náttúrulega mikið atriði. Þetta er yfirleitt í þá oft gert í sama lit, stéttin er gráum hellum og skábrauti jafnvel líka eða tröppin yfir. Þá rennur þetta allt saman fyrir þá sem eru með einhverja sjónskerðingu og líka fyrir þá sem eru með minnisglöp og blindir með stafinn. Það verður að vera svona áherslumerkingar áður en að þrepin byrja, þannig að þið viti nú kemur stigi fyrir framann. Hvíldarfletir á skábrautum við hverja 60 cm hæðaraukningu. Breidd gönguleiða skal vera 1,50 en 1,80 við opinberar byggingar og þar sem mikil umferð gangandi er, þannig að hjólastólar geti mæst. Gönguleiði styttri en 5 metra aftur á móti geta verið 1,30 breidd að lágmarki, enda sé aðstæða minnstakosti 1,50 x 1,50 að stærð enda þeirra fyrir hjólastóla mætast og 1,80 x 1,80 þar sem umferð er mikil. Hér er leiðbeining algilda hönnun við aðkomu byggingum og þá er eins og fyrr að þá er greinin sjálf með gráum bakgrunni, en leiðbeiningin kemur svo þar á eftir, leiðbeiningarnar. Leiðbeiningar grein 6.2.3 eru á vefnum eins og hinna leiðbeiningarnar hjá okkur. Og það má sjá til dæmis eins og mynd 1. Þá er svona verið að sýna hvernig hægt er að gera leiðarlistana að aðalaðkomu hús fyrir blinda og sjónskerta og eins slétt yfirborð fyrir hjólastólana. Og í mynd 2 þá sjáum við dæmi áherslumerkingasvæði þar sem að hættur eru fyrir ofan stiga, tröppur, þar sem stefnubreytingar eru og líka í byrjun og enda á einhverju. Hnapparnir eru upplyftir að hámarki 5 mm að hæð í þessum áherslusvæðum eins og sést á myndinni. Og svo er mikið atriði að það sé mikill litamismunur, eins og sést hérna það er notað LRVAF-kerfi í mælinguna því sem er svo vísað hér í, hvar hægt að finna upplýsingar um það. Og svona eru leiðbeiningar sumar greinarnar og listinn er allur þarna inn á vefnum Mannvirkjastofnunar. Og hér er eins með lýsingu, hvað mikið atriði er að lýsing sé mikil og hún sé mest við sjálfan innganginn. Eins sem með merkingar, þær eru náttúrulega forsenda þess að fólk rati og viti hvert þeir að fara.
Og þá mikið atriði að þær séu skýrar, greinilegar og auðlesnar. Merkja skal og afmerka alla stóra glerfleti sem eru göngulegum, skýrar og greinilega hátt og merkingarnar á glerflötum skal vera í 90 cm hæð og í 1,4 til 1,6 metra hæð með mjög áberandi hætti svo fólk gangi ekki á glerið. Yfir skilti opinberra bygginga skulu hafa merkingar á punktaletri, það líka atriði. Og svo má sjá hérna nokkuð dæmi umboðsmann skuldara, ræsting hérna á mynd 7 og 8, hvernig æskilegt að skilti líti út. Það mikið atriði að það sé mikill litamismunur á milli texta og bakgrunn skiltis, svo milli veggjar sem sagt og skiltisins. Og einnig skal vera mikill mismunur á minnskosti 60 sem mælikvarða LRV á milli sem sagt textans og bakgrunnsins skiltisins. Og letur á að vera skýrt og það talað að það eigi helst að nota leturgerðir Tahoma, Arial, Calibri eða eitthvað svipað og ekki skal nota skrautskriftir, það eru illæsilegar fyrir flesta. Og hérna eru dæmi líka á mynd 13 hvernig á að merkja glerveggi og svo annað með aðkomuleiðirnar, það hérna að aðkomuleið skal vera án þrepa og það á að leysa hæðamuninn þar sem það eru unnt, það er náttúrulega til dæmi þar sem það ekki unnt en oftast það hægt með skábrautum og hallandi aðkomuleiðum og það skuli forðast þrep og ekki nema þar sem eins og ég sagði áðan að stundum landslagið þannig það ekki hægt að koma fyrir skábrautum svo að lóðin ekki nógu löng til þess að taka móti þeirri stóru skábraut sem þarf af því það svo mikil hæðamunur. En þar verður að vera undantekning frá reglunni. En kantur til dæmis frá bílastæði að fláa á gangstétt má hámarki vera 25 mm hár til þess að hjólastólandi komist upp hann. Og hérna í mynd 14 dæmi hvernig maður leysa þannig. Og svo við erum búin að tala áður þessa leiðarlista og svo þetta hérna eins og í F á þessari blaðsíðu. Þá mikið atriði að yfirborðsefni í öðrum lit og með annarri áferð sé þar sem að hæðamunur og svo skal merkja þrepin eins og sýndir á þessari mynd 16 og hérna líka á 17. Hvíldarflötur mikið atriði í hallandi gönguleiðum og hérna dæmi á mynd 18 hvernig hann á að vera. Og hér á mynd 19 og 20 eru sýnt hver munurinn á 1,80 og 1,50 breidd á gangskæðum. Á 1,80 geta 2 hjólastólar mæst en á 1,50 getur gangandi og hjólastól mæst. Það líka munur og þá þurfa að vera svæði í endanum á þeim gangstígum til þess að 2 hjólastólar geti mæst. Það skulle vera svona snúningssvæði. Þá komum við að 4. greininni í öðrum kaflanum, bílastæði hreyfihamlara. Og þau skulu vera minnstakosti 3,8 metrar sinnum 5 að stærð eða 2,8 sinnum 5 með hindrunarlausu 1 metra breiðu umferðarsvæði samsíða fyrir gangandi. Og þannig geta 2 stæði samnýtt þennan metr, þannig þess vegna 2,8 en ekki 3,8 og þá geta 2 stæði samnýtt þennan 1 metra og þá sparar maður 1 metra per 2 stæði í lengd hefur mörg stæði fyrir hreyfihamlaða. En 1 af hverjum 5 bílastæðum hreyfihamlaðra skulu vera 4,5 sinnum 8 og aldrei færri en 1 slíkt. Þessi stæði eru hugsuð fyrir ferðaþjónustu bíla og bíla með lyftibúnað við aftan. Í dag það þannig að þeir komast ekki í hefðbundið stæði og þannig að lyftan fer út á akbrautina og stóllinn út þar og það hefur orðið svona stimpingar eða jafnvel legið við slysum þegar hjólastóllinn stendur þarna meðan að bílstjórinn að taka lyftibúnaðinn upp aftur og þannig. Þetta leið til þess að setja þetta inn í reglugerðina til þess að forðast þessa árekstra. Bílastæði hreyfihamla samsíða götu skulu aftur á móti vera 2,5 bara breidd og sinnum 8 og bílastæði fyrir hreyfihamlaða eiga ekki að vera fjær aðalingangi en 25 metrar. Þar sem mikil umferð eða mörg stæði til þess að senda dæmi bíó eða harpan eða eitthvað þess áttar, þá náttúrulega getur ekki öll stæði verið innan 25 metra, þau eru það mörg. En þá þarf að setja þau sem næst, fylla þessa 25 metra og svo leita við hinu stæðinu og vera sem næst inngangnum. Þó það sé utan við þessa 25 því það er búið að fylla það af bílastæði hreyfihamlaða. Leiðbeining 624 bílastæði hreyfihamlaða sem við vorum að fjalla og eftir sem áður þetta sjálf greinin
Í greininni líka fjallað lágmarksfjölda bílastæða hreyfihamla við samkomuhús og þegar lágmarksfjöldi við hreyfihamla og fjöldahamla bílastæða ákveðin í skipulagi, aðrar byggingar lágmarksfjöldi bílastæða fyrir hreyfihamla þar sem fjöldi annarra stæða ekki ákveðin í skipulagi. Þannig að þar eru fjölda ákvarðanir. Markmiðið með þessu ákvæði reglugerð að tryggja næg bílastæði fyrir hreyfihamla við byggingar og góða hindrunarlausa aðgang að inngöngum bygginga frá stæðunum. Og hér dæmi, mynd 1, þar sem hérna í miðjunni eru bílastæði hreyfihamlaðra fyrir stóru stæðin, fyrir stóra bíla, ferðaþjónustu og aðra. Og svo koma hin stæðin til hliðar og þið sjáu þarna stæðin að samnýta þarna 1 metra með næsta stæði við hliðina og þannig sparast plássið. En nýtist alveg og alveg fullkomin stæði fyrir hreyfihamla. Og eins mynd af þessu sem ég talaði áðan þegar það samsíðastæði. Þá fer lyftubíllinn niður og viðkomandi fer inn á gangstéttina til hliðar við. Og þá annaðhvort flái eða þá að bílastæðið í sömu hæð og gangstéttin. Og svo þessi mynd 3, hún líka dæmi í svona þrívídd, hvernig útfærsla á bílastæðinu getur verið. Merking nauðsynleg fyrir bílastæði fatlaðra og hún þarf bæði að vera lóðrétt og lárétt. Máluð mynd á hjólastólinn í miðju með lágan ferning í kring. Það skal varast að mála allt stæði eins og tíðkast hér í Reykjavík allavega vegna þess að það veldur hálku. Þegar þú búin að fylla allar hólur malbyggsins með málingunni þá verður þetta sleipt bæði í rigningu og snjó. Og ber að varast þá bara mála í kringum sjálfan hjólastólinn eins og sýnt hér á myndinni. Og lóðréttu skiltin, það náttúrulega þarf líka að passa upp á þau sé ekki að hamla aðgengi hjólastólsins upp á gangstéttina eða fram hjá bílnum til þess að komast áfram. Það náttúrulega staðsettu þannig að þau sé ekki fyrir. Og svo þetta sama með kantinn eins og áður að það þarf að hafa hann í huga. Það þarf að vera þessi 25 mm kantur fyrir blindrastafinn svo hann geti gengið meðfram gangstéttinni. Kantsteinninn hans leiðarvísir. Þá eru komin að kafla 3 í 7. hlutanum, ytra form og hjúpur mannvirkja. Ytra form, aðalígangur skal vera skýrt afmarkaður, hjúpur bygginga, veðurkápa bygginga skal standast álagskröfur vegna umhverfisþátta sem mæða á henni vegna veðurfars. Sem því að byggingar almennt skulu bara þola veður og vind. Kápan skal einnig vera, eða hjúpurinn skal einnig vera þannig að hann tryggi fullnægjandi hljóðvist. Almennt skal svo velja hjúp bygginga sem auðvelt að viðhalda, þrífa og farga. Og ekki síst þetta síðastnefnda farga. Skal ekki úr efnum sem ekki eiturefnum eða þannig. Og sem annarkos auðvelt að farga eða endurnýta. Og þá eru við komin á 4. kafla sem umferðarleiðir innan bygginga. Og þar eru markmiðin að umferðarleiðir innan bygginga skulu vera í greininni öruggar og henta til fyrirhugaðra nota og skal umfang þeirra vera nægjanlegt til að anna umferð fólks, sjúkraflutningum og öðrum flutningum, svo sem á innanstokksmunum, aðföngum, úrgangi og þess háttar, sem gert ráð fyrir að verði innan hennar. Umferðarleiðir bygginga skulu vera skipulagðar og auðrataðar með merkingum og lýsingum samkvæmt þörfum þeirra umferðar sem fyrirhuguð í og við byggingu. Og þá komum við af inngangsdyrum, grein 2, útidyrum og svala- og garðdyrum. Hindrunarlaus umferðarbreyt allra inngangsdyra bygginga skal vera 0,83 og samsvarandi hindrunarlaus hæð minnst 2,07 metrar. Hindrunarlaus umferðarbreyt allra svala- og garðdyra skal vera að minnsta kosti 0,8 metrar að breyt og samsvarandi hæð minnst 2 metrar, aðeins nettari heldur en aðaldirnar. Algild hönnun, þar sem byggingin hönnuð eftir algildri hönnun, að þá skal flötur 1,50 sem 1,50 vera utan við aðalingang en 1,80 sem 1,80 þar sem umferð mikil. Og þar skal vera sjálfvirkur opnunarbúnaður og 0,5 metra hliðarrými við lásinn, sem sagt lásarmegin. Þröskuldur 25 mm hæð að hámarki, helst þröskuldslaust. Í leiðbeiningum 642 þar sýnt eins og hérna á mynd 1 og 2 hvernig útfærslan og skilyrði fyrir hurðum og hurðabreytum. Og þarna sést að hindrunarlausa svæði við hlið hurða 500 úti við aðaldirnar
en 300 að innanverðu, en 300 beggja vegna þar sem rennihurðir. Og pallurinn fyrir framan sem var talað í reglunni, framanhurð eða úti sem sagt, að ef að hurðin opnast út þá þarf hann að stækka sem því nefum eins og nemur hurðablaðinu eins og sýnt á mynd 3. Ef hann opnast inn þá nægjanlegt að hafa hann 1,80 sem 1,80 eins og mynd 4 sýnir. Það þarf að stækka breiddina sem nemur breidd hurðarinnar eins og sýnt á mynd 3 ef að sú lausn notuð. Og svo það sama þarna og við vorum að tala í aðkomulegunum þetta með blindrastafinn. Það oft sett svona rist fyrir framan innganga, sérstaklega þegar það má ekki vera þröskuldar eða þegar það lágir að þá oft notað hann svona gryfja til þess að taka á móti vatninu. En þá þarf að passa upp á það að hámarkstærð ristargatana sé að 9 mm til þess að blindrastafurinn og hælar og annað festist ekki þarna ofan í. En svona mjög mjóir pinnahælar það þarf að myndu festast þar ofan í en það þarf að byrja, þetta allan að hámarkstærðin, það má vera alltaf miklu minni. Og eins það hvað rofarnir eru staðsettir, 50 cm við hurðina eins og sést á mynd 8 að þá þarf að vera 1 metri frá 50 cm til þess að 1,50 að rofanum. Til þess að hjólustóllinn eins og sýnt á myndinni geti staðið og hurðin opnast aðeins að hann fari á hann. Og hæðin á rofanum á að vera á bilinu 90 til 1,20 metra. Svo þarf að passa upp á að þetta sé vel merkt og það sé líka eins og áður með alla merkingar passa upp á litamismun á texta og myndum á móti bakgrunni. Hliðarrými við inngangshurðirnar enn og aftur að ef hún opnast inn þá þarf að vera þetta 500 mm þarna við hliðin á hurðinni en þetta hliðarrými eins og sést á þessari mynd, við getum nú kannski zooma okkur aðeins nær henni og þá sjáum við þetta betur að hliðarrými 500 og við tölum umferðarmál og svo til ljósmál og karmál og svo tölum við lamahlið hurðar og læsingahlið hurðar. Og svo þessi rist þarna líka og hvað lengd og breiddi á pællunum. Þetta kemur allt fram þannig á mynd 10 og myndunum á undan líka. Og til þess að sem dæmi nota Danir og Norðmenn þessa lausnir mikið að það að búið til svona rennu meðfram inngangi þar sem púki neðst og svo það rennur regnvatnið. Og það má hún vera með hámarki, hún verður með halla þessi rist til þess að taka hæðamun og hún má hámarki vera 1,8 sem 12,5% hallin og lengdi má mest vera 30 cm eða 300 mm. Og sést líka á mynd 12 þrívídd á þessu sama fyrirbæri. Og renna skal að vera minnskosti 15 cm dýpt til þess að taka á móti vatninu. Og svo líka leyft að svalagólfið sé 10 cm neðar heldur en gólfið inni og þröskuldurinn eftir sem áður eins og mynd 12 2,5 eða 25 mm og svo má þannig að það 7,5 hæðamunurinn þarna á milli og hann þarf að brúa með rist, það þarf svo sem ekki vera rist, það getur verið rist eða einhver plata með hámarki 12,5% halla. Og lengdin skal líka hámarki 30 cm. En þetta svolítið svona tölulegar upplýsingar. Ef við uppfyllum þetta sýnum fram að við náum sambærilegum árangri og þessi dæmi á leiðbeiningablöðunum að þá erum við í góðum málum. 4 gangar og anddyri. Byggingar sem hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar. Þar skal vera hindrunarlaus breidd ganga og svalganga að lágmarki 1,3 metrar þar sem lítil umferð eins og venjulega og sé það tryggt að breidd gangs framan við hurðir sé ekki minna en 1,50 sinnum 1,50 og 1,80 sinnum 1,80 metrar þar sem umferð mikil. Heimilt að víkja frá þessu fyrir fram að íbúðir sem eru minni en 55 fermetrar og við geymslur í sameign. Innan íbúðar hindrunarlaus breidd ganga 1,10. Ef að breiddin 1,50 sem 1,50 fyrir framan hurðir og 1,30 sem 1,30 íbúð minni 55 fermetrar. Þetta þýðir það að maður getur verið með svona útskot við hurðir og þá má oft nota þá
afgangsbreytt sem að myndast þá inn í herbyggjónum fyrir skápa og annað. Anddyri skulu vera með hindrunarlausu svæði sem er að minnsta kosti 1,50 x 1,50 en 1,30 x 1,30 í íbúðum innan 55. Og þetta mikið atriði svo að þeir geti snúið sér í hringi í stólunum til þess að ná sækja sér í henginu eða fari inn og snúa sér við og fara aftur út og svo framvegis. Þá tökum við hérna leiðbeiningu 6.4.4, inngangur. Meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar ef sýnt er fram á aðgengi og öryggi sé tryggt með jafngildum hætti og meginregla viðkomandi ákvæðis uppfyllir. Í slíkum tilvikum skal hönnuður skila með hönnunargögnum greinagerð þar sem gerði grein fyrir því og rökstutt með hvaða hætti meginregla ákvæðisins er uppfyllt og aðgengi og öryggi tryggt. Og þá er hérna til dæmis í meginreglunum í 2b, þá er talað að utan við hurðir á gangi og sálgangi skal vera hindrunarlaus flötur, minnst 1,50 x 1,50 og það 1,80 x 1,80 þessi mikil umferð og þetta víkja frá þessu fyrir framar sem vinni 55. Að það má taka fram að gönguleiðir sem eru 1,50 að breidd nægja fyrir hjólastól og gangandi að mætast og duga fyrir 80% hjólastólanotenda til að snúa á gönguleiðinni. Og svo aftur á móti á mynd 2 þá er þessi útskot þegar sem gangurinn er 1,10 og það breikkar í 1,50 eða 1,80 eftir því hvar það er. Og sama hérna á mynd 3, 2 og 3 það er 1,50 í mynd 3 og 1,80 í mynd 2. Sem dæmi hvernig maður getur gert útskotin. En það þarf að víkka út fyrir fram að hurði til þess að stólarnir geti athafna sig. Og svo líka hérna með andyrið, myndir 4 og 5 eru dæmi andyrið. Ýmist þegar hurðin opnast báðar hurðirnar opnast inn í andyrið eða út fyrir andyrið. Og eins er sýnt hérna á mynd 6, þar sem að 2 hjólastólar geta mest í 1,80 breiddinni. Og hérna er líka dæmi þar sem að gangurinn er 1,50 og þar að breikka 1,80 við innganga eða hurðir. Og svo er svolítið mikið atriði þetta með leiðarlistana og sérstaklega í stórum, opnum rýmum. Og hérna til dæmis á mynd nokkra dæmi lista eins og mynd 11. Þá eru það leiðarlistar mismunandi í lit og áferð. Þannig eru parkett á móti dúk til dæmis. Og mynd 12 þar sem leiðarlistin er grannur úr stáli. Og dæmi í 13 þá eru dæmi einfalda leiðarlista sem er þá settið í annað efni, bara mjög einfald lína. Og svo er þessar stálhnappa sem eru sýndir í 14 og með ýmis áherslureit þarna sem vísar á stefnubreytingu þá að beygja 90 gráður til vinstri. Mynd 15 eru dæmi hvernig leiðarlisti kemur að áherslusvæði við tröppur, þannig þá veit viðkomandi og þarna fer ég upp eða þarna er hætta, það gæti líka verið að fara niður. Þá erum við komin á jöfnun hæðamunar. Í byggingu þar sem krafa er gerð algilda hönnun skal jafna hæðamun í umferðarleiðum með skábrautum eða viðeigandi lyftubúnaði. Og í 7. grein stiga, tröppur og þrep segir bil milli þrepa í opnum stigum skulu vera að hámarki 89 mm. Svo í 7. grein, það er stigapalla, að stigapallin skulu vera jafnbreiðir stiga og að minnsta kosti 1,3 metra langir. Og svo skulum við skoða hérna leiðbeiningarnar við því. Og leiðbeiningar 6.4.7 sem stigapallana, að þá er hérna hefðbundin, þessi mynd 1 er hefðbundin stigapallur með 2 hurðum svo inn í sikkvora íbúðina og gengi eða sikkvort fyrirtæki og gengi bara upp og þá er breiddin sama og er á stiganum og stigapallin 1,30 lengd eins og reglurnar segja til Og eins ef að hurð opnast inn í stigapall eins og sýnt er hérna á dæmi 2 að þá hérna þarf að breikka pallin þar sem hurðin er frá 1,50 og upp í við breidd hurðarinnar. Þannig að það lengist pallin sem því nemur, hann þarf alltaf að vera þessi 1,50 fríi fram að hurð.
Og sama hérna í dæmi 3, það er þetta með handlistana. Það þurfa að vera handlisti órofin alla leiðina upp í miðju og svo til á útveggjónum eða þá þarf hann að vera, má bara rjúfa hann við hurðir eða dyrraopnanir. Og svo er líka þetta að leysa þetta eins og þarna sem ekki er lyftur, mynd 4, að þá opnast það og þá bara breikka maður það á þennan hátt. Og eða eins og í 5 þar sem það er koma á móti stigahlaupinu, að þá þarf að lengja hann ennþá meira. Og svo er þetta að leysa þetta svona, það sé bara op, ekki hérna hurð frá lyftu að stiga. Opið brunahólfið er sem sagt lyfta niður í brunahólfinu. Og það er náttúrulega svo sem til margar lausnir á þessu og þetta eru nokkuð dæmi, það er svona 7 og 8 hvernig hægt er að leysa þessi stigapallamál. En ef maður gerir það einhvern annan hátt þá bara rökstyðja það í greinargerð hönnuða. Stigar og tröppur, breidd og lofthæð heitir hérna 8. greinin. Og þar eru sem sagt stigar innan íbúðar skulu vera minnst kosti 0,9 metrar að breidd og stiga fyrir fleiri en eina íbúð og fyrirtæki skulu vera minnst kosti 1,2 að breidd. Stigar sem þjóna fleiri en einni íbúð skulu vera minnst kosti 1 metri ef viðkomandi húsi lyfta sem er 1,10 sinnum 2,10 metrar að innanmáli. Þá er hérna heimilt að mjókka niður í 1 metra. Hindrunarlaus ganghæð í stigum skal vera að minnst kosti 2,10. Leiðbeining 648. Stigar, tröppur, breidd og lofthæð. Stigar fyrir almenna umferð íbúða skulu vera að minnsta kosti 90 að breidd eins og við sögðum áðan. Stigar sem þjóna fleiri íbúðu skulu vera minnst 1 ef það eru með viðkomandi með lyftu sem tekur sjúkrabörur. Það er lyfta sem er 1,10 sinnum 2,10 metrar. Annars skal breidd stiga vera 1,2. Stiga sem þjóna fleiri en einu fyrirtæki skulu vera minnst 1,2 að breidd. Breidd stiga skal þó vera þannig að kröfur flóttaleiðis séu uppfylltar samanber 9. hluta. Það þarf alltaf að skoða þetta saman. Og hérna eru nokkuð dæmi mismunandi breiddir á stigum, mynd 1, 2 og 3 og lofthæðin hann að hindrunarlausa er hann á mynd 3. 9. grein, stigar og tröppur, göngulhlutfall, framstig, uppstig og skilgreiningar. Þarna er sagt að Mannvirkjastofnun skuli gefa leiðbeiningar framkvæmd þessara greina. Og hér er greinin og þar er alls konar halla og tafla með því. En formúlan er eftir sem áður 2 uppstig pluss 1 framstig á að vera bilinu 620 mm pluss mínus 20 mm. Mælt í ganglínu hans og með fínum halla. Bestur halli á stigum er á bilinu 30–36 gráður. Og þetta er hinn fræga tröppuformúla. Það er með uppstig og framstig og hallan. Og innskotin eru svolítið mikið atriði, þannig að þessi 30 mm innskot. Þannig að heildarlengd er í 270 mm tröppum, að þá eru innskoti 30 og samtal sem sagt 300, sem er mikið atriði. Ef maður uppfyllir þessa tröppuformúlu, þá er maður með góðan stiga. Og það skal líka uppfylla þessa formúlu. Sveigða tröppur, hringstigar og útitröppur. Og þá kemur þetta, Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar. Og nú förum við í þær. Í sveigðum tröppum og hringstugum er ganglína skilgreind 450 mm frá innra handriði. Þar skal framstig aldrei vera undir 150 mm. Framstig útitrappa skal eigi vera minna en 280 mm og uppstig skal vera á bilinu 1,20 til 1,60. Halli á tröppum fyrir almenna umferð utanhúss skal almennt vera á bilinu 17 til 30 gráður. Og hér eru dæmi í mynd 1 og mynd 2 lausnir á þessum. Hvernig hægt er að leysa þessar tröppur. Og utanhúss tröppuformúlan er sem sagt 2 uppstig pluss 1 framstig á að vera 650 pluss mínus 50 mm. Og þar er sem sagt framstig útitröppa má ekki vera minna en 280 og uppstig skal vera á bilinu 120 til 160 mm og hallinu 17 til 30.
En það eitt sem merkilegt með útitröppur sem ég hafði ekki gert mig grein fyrir þegar ég var í hönnun, að fyrir fólk sem með hreyfihömlun, svo sem lömum í annarri hlið eða fólk með gervifætur, öruggar að ganga tröppur að stiga utanhús sem með lokuðu þrepi, sem sagt án innskots, þar sem allt þrepið bara fyrir utan innskotið. Eins og dæmi hérna á mynd 4 sýnir að þá þessi maður sem að ganga þarna, hann með gervifætur og þeir nota kantinn til þess að koma sér upp á milli. Annars myndi þið festa gervifótinn ef það væri innskot og jafnveg myndi hann þá losna. Svo þetta svona athyglisvert og ber að hafa í huga þegar það verið að hanna útistiga. Skábrautir og hæðamunur 11. greinin. Skábrautir, láréttur flötur, 1,50 x 1,50 skal báða enda skábrautarinnar. Hvíldapallurinn 1,50 á lengd og 180 þar sem mikil umferð. Þetta svipað hefur verið í ákvæðunum á undan. Breidd skábrauta skal vera minnstakosti 90 cm og 1,30 á lengri leiðum. Við hlið skábrautar skal vera kantur, upphækkun minnstakosti 40 mm. Handrið skal vera beggja vegna við skábraut. Mikið atriði til þess að geta tóað sig upp. Handlistar skulu vera ná að 30 cm fram fyrir báða enda skábrautar. Og þetta gildir líka stiga. Þetta mjög mikið atriði. Þetta líka fyrir sjónskerta, minnisglapa fólk og bara fleiri. Að hérna þá istöð komin niður þegar handlistin beygir eða hættir að halla og kemur láréttur 30 cm fram. Og hafa allir örugglega lent í því að halda sig eitt þrep eftir eða halda þessi komnir niður og svo eitt þrep eftir og maður svona hrasar eða næstu í eftir og sumir detta og skaða sig. Þannig þetta algjört atriði og það á öllum Norðurlöndunum, Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar. Ég hef ekki lesið fleiri reglugerðir en þetta uglast víðar. Þetta bara orðið algilt. 6.4.11. Skábrautir og hæðamunur. Meginreglur það náttúrulega alltaf ófrávíkjanlegar eins og við tölum áður og viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar ef sýnt fram á að aðgengi og öryggi sé tryggt með jafngildum hætti. Og þá í viðmiðunarreglunum í þessari grein þá talað sléttu en láréttan flöt, þessi 1,50 x 1,50 við upphá og endi skábrauta og þar sem hún kemur í þriðja lið, þar sem hún kemur að útidyrunum, þar skal vera líka þessi sami lárétti flötur og hérna má sjá hvernig þetta leyst hérna á mynd 2 og áherslureiturinn það líka, mismunurinn, áherslumismunur. Og hér hvíldarpallur, handlistarnir, skábrautin og beggja vegna, hvíldarpallurinn á milli, lengd hans 1,80 og öll málin í millimetrum sem á þessari teikningu mynd 3. Og svo mynd 4 þar sem snúningsflötur, þar sem stefnubreyting, 90 gráður sem dæmi, þá þarf það að vera 1,80 x 1,80 og sér fram á að þú setja hætta við eða það að koma einhver niður rampan sem að þú þarf að færa til hliðar svo hann komist áfram. Og sama ef það eins og mynd 2, þá þarf líka að vera þessi snúningsflötur. Þannig að maður útfæra hann á ýmsum vegu. Og svo þetta með breiddina, hún skal vera 900 eftir umferðarmagni til 1300. Og svo þarf að passa upp á vatnshallan. Hlíðarhallinn þarf að vera 2% svo fá vatnshallan niður svo þetta verður ekki til að minnka náttúrulega þetta utanhús upp á að það frjósi ekki í þessu. Og svo þessi kantur sem hérna í mynd 8 að það til þess að börn á þríhjólum og barnavagnar og hjólastólar renn ekki út af og það líka þetta að nota þverslá á handriðið í 200 mm hæð til þess að forðast það. Þessi vörn hún skal vera reyndar þessi 200 líka til þess að það líka til þess að forðast það til dæmis börn hjól út af því þau komast undir efri handlistana. Og svo líka ákvæðum að handrið skal vera beggja vegna skábrautana eins og við tölum áður og þeir skulu vera helst í 0,7 og 0,9 metra hæð til handlistar. Hér dæmi á mynd 10 skábraut innanhús, þetta í skóla í Reykjavík. Og svo hérna mynd 11,
það er þessi 300 millimetrar sem handlistin á að fara fram fyrir. Hann er líka mynd 12 í sniði og eins og ég sagði áður, þetta er til þess að þú vitir að þú sé komin niður á láréttan flöt. Og þegar þú ert á láréttu flötur að viti hvenær hallin byrjar þegar þú þreifa þig áfram eftir hallistanum. Og svo þetta með yfirborðsefni í mismunandi lit eða en annarri áferð þarna í mynd 13, sýnt hvernig það getur verið. Og svo þetta með lýsinguna á skábrautinni, það skulu að sjálfsögðu henta aðstæðum á svæðinu og að fyrirhugaðri umferð. En þær skulu vera meira lýstar en aðra gönguleiðir til að fólk með sjónskerðingu sjáu þær betur og lýsingin þarf að vera góð og jöfn á alla fleti skábrautar og gefa til kynna hvar hún liggur. Þá erum komin á 12. grein, lyftur og lyftupallar. Lyfta með burðargetu 1000 kíló og hindrunarlaust innan mála minnstakosti 1,10 x 2,10 skal vera í byggingu sem ætlaðar eru, almenningi og eru 2 hæðir eða hærri. Fyrir íbúðir og eru 3 hæðir eða hærri. Í byggingum 8 hæðir og hærri skulu vera minnstakosti 2 slíkar lyftur. Hindrunarlaus umferðarmál dyraofslyftu skulu vera minnstakosti 0,8 metrar. Hindrunarlaust athafnasvæði fyrir framan lyftu skal vera minnstakosti 1,80 að breidd og 2 metrar að lengd, 1,50 x 1,50 íbúðarhúsum, allt að 3 hæðum. Það er ekki nægjanlegt fyrir ofan 3. hæð. Leiðbeining 6.4.12. Meginreglur eru taldar upp í greininni og tökum hérna nokkuð dæmi. Það er hægt að vera með stokkalyftur, hjólastólalyftu, stigalyftu eða hjólastóla sætislyftu sem komið fyrir í stiga. Hjólastóla pallslyftu ætla ég að segja því upphafi. Og hérna er dæmi til dæmis hjólastóla pallslyftu. Oft er þetta haft opið, það er líka þetta haft í svona lokuðum kössum. Og þarna fer viðkomandi bara inn og ýtir að taka og heldur honum oftast inni og er komin upp á næstu hæð eða næsta pall. Og þetta er mjög góð lausn þar sem hún á við. Alveg óþarf að vera með stokkalyftur, þetta er eina hæðumunu sem þarf að brúa. Þetta finnst bara á einni hæð eins og kemur smá pallur. Og oft eins og atvinnuhúsnæði þá er svona efri hæð svona að hálfu, nota lofthæðina. Og það eru oft skrifstofur og aðstaða starfsmanna og þá er þetta alveg nóg flottur kostur. Og burðargetuna á þessum lyftum þarf að vera 300 kíló. Og fram skal vera hindrunarlaust, svo er að hitt þannig að fram við hurðir og stigalyftu skal vera hindrunarlaust atvinnusvæði 1,50 x 1,50 eins og þessi kemur hérna fram. Og innanmálið á þessum pallalyftum á að vera 1,4 x 0,9, sést hérna betur. Hérna kemur svona aftur stigalyfta. Þessar eru notar sumstaðar þegar svo sest í stól og hann rennur upp með handriðinu. Ég held að maður ætti að varast að nota þessa lausn vegna þess að það er svo sjaldan einhvern veginn sem að fólk nennir að fara í þetta. Þetta er svolítið fyrirtæki og þá eru þeir oftar en ekki sem þeir virka ekki. Því það þurfa að vera í notkun það ört til þess að þeir bara festast einhvern veginn í sjálfum sér. Þannig að þetta er ekki æskileg lyft en þetta er samt valmöguleiki, en hérna ber að forðast ef að unnt er að nota aðra lausnir. Og svo er þetta þar sem í gömlu húsnæði þar sem er alls ekki hægt að koma neinu við. Það eru lyftur jafnvel í húsinu en það eru 2, 3, 4, 5 þrep upp í þær eins og virtist vera á tímabili mjög algengt að væri gert. Það er ekki alveg að skilja tilgangin en svona var þetta nú. Og eru í mörgu bæði atvinnu og íbúðarhúsnæði hérna í Reykjavík allavega. Og þá er þetta lausn þegar ekki að koma við hér eins og í þessu þá þarf að fara að brjótast inn í íbúðir til þess að bæta þetta eða breyta mjög mikið lyftubúnaði á öðru og það er ekki víst að allir eigendur húsins eða þá sammála þá framkvæmdir. Þá er þetta svona neyðarlausn og það er alveg ásættileg en þarna þarf viðkomandi að fá hjálp. Það getur ekki komist einn þarna upp, þetta verður of bratt. En það er uglist hægt að fá það langt ef að plássið leyfir, þannig að viðkomandi geti komist upp og niður sjálfur. En hann getur þá aldrei gengið frá og brauta honum eftir sig. Það þyrfti alltaf aðstoð. Og svo er það hvenær er lyftuskylda.
Og minnst ein lyfta skal vera í öllum byggingum sem eru 2 hæðir eða fleiri hæðir og hýsa opinbera starfsemi, hótel, samkomuhús, veitingastaði eða annað. Þjónustuhúsnæði, svo sem skrifstofur, þjónusturými, iðnaðarhús, verslanir, svo og starfsemi sem almenningur hefur aðgang að. Atvinnuhúsnæði eins og hér, þar sem gengið inn á aðra hæðina, það er alveg sama, það þarf alltaf lyftu þarna. Í allt atvinnuhúsinu sem 2 hæðir þarf lyftu, þó að sé aðkoma sé upp á annarri hæðinni. Og öllu byggingu sem eru 3 hæðir eða hærri skal minnstur ein lyfta. Ekki þarf þó lyftu í 3 hæða í íbúðarhúsi og hvergi í byggingunni meir en 1 hæð milli aðkomuleiðar og inngangs annars vegar og inngangs að íbúð hins vegar. Til dæmis bygging stendur í halla og aðalingangur á miðhæð. Eins og hér til dæmis nokkuð dæmi. Hér krafa lyftu á mynd 6. Af því hér þú lappar inn hérna niðri og það meir en 1 hæð upp í íbúð C. Og þetta fara yfir eina. Og hér líka, það bílgeymsla á jarðar en ingangurinn hérna niðri, það þarf að fara yfir eina íbúð, þá líka lyftuskylda í 3 hæða. Aftur á móti, ef þú gengur inn í miðhæðina og það 1 hæð upp, 1 hæð niður í íbúð A og B, hér ekki krafa lyftu. Því hér fer ekki yfir eina íbúð eða eina hæð til þess að komast upp íbúð. Svo hér, þá þetta sem sagt bílgeymsla, gengi inn í miðju og nákvæmlega sama. Það ekki lyftukrafa þarna og ekki heldur í mynd 10 þar sem að þú gengur inn niður á jarðhæð. Íbúð B á 2 hæðum en þú gengur inn í íbúðina á miðhæðinni. Þannig það ekki farið yfir eina hæð til þess að komast inn í íbúð. Og þannig hún með sem sagt, íbúð B með aðra og 3. hæðina. Ástæðan til þess að þessi krafa með þess að stærð á lyftum að til þess að sjúkrabörur komist inn í hana. Og það svolítið atriði að stærðin sé rétt því að á Höfðatorgi Reykjavíkurborg með skrifstofur. Og þegar það hús var tekið í notkun og var búið að vera í einhverja mánuði að þá á einhverja hæðinni maður sem fær hjartaslag og þeir ætla náttúrulega að hlaupa með að þetta voru 50 eða 70, ég man ekki hvað margar hæðinir eru þarna. Sjúkraliðarnir þeir ætlaðu að taka lyftuna, þá eru allar lyfturnar, það eru 4 eða 5 lyftur að þær eru allar á litlar. Það taka ekki sjúkrabörur. Og þegar við með manni hjartastoppi þá þarf að hnoða hann í takt og blása eins og þið allir vita. Og það ekki hægt í uppreistri stöðu. Og þegar þú þarf að hlaupa niður stiga með viðkomandi í börum til þess að ná út í sjúkrabílinn, þá geta þær ekki hnoða og þeir tóku á það ráð að reyna að hnoða hann alltaf á hvíldapöllunum. En það dugði ekki til og hann dó. Og læknarnir sögðu að ef hann hefði, það aldrei ennþá að segja með vissu, en þeir töldu að hann hefði mögulega geta lifað af ef hann hefði verið í stanslausum hnoði. Þangað til að hann væri komin undir hendur lækna. Þannig að það nú ástæðan fyrir þessum, eina ástæðan til þess að við kyngdum þess alveg að taka þetta upp eftir Norðurlandaþjóðunum að lyfturnar væri þetta stórar. Og okkur þótti þetta alveg næg ástæða. Og svo eru hérna til dæmis í mynd 12 í hvaða hæð og fjarlægð frá hornum, hérna hnappaborðin eiga að vera bæði fyrir utan lyftu og í lyftunni. Og hvernig það eiga að vera tölurnar uppleiftar og allt það hérna svo aftur á mynd 13. Og þetta hérna plássi fyrir framan lyftu sem þarf að vera til þess að börurnar komist beint inn eða þetta snýri þessa áttina. Þá það sú skýring komin. Þá erum við komin að 5. kafla í 7. hluta handrið og handlista. Og 1. grein sem heitir almennt. Handrið skal vera öllum svölum byggingar, stigum, tröppum, pöllum og annars staðar þar sem hætt á falli. Þetta svona hinn almenna regla. Og í annarri grein, frágangur handlista. Handrið og handlistar skulu vera báðum megin á öllum stigum og tröppum. Á 90 cm breiðum stiga sem liggur að vegg heimilt að hafa 1 handlista. Og þessi 90 cm breiðir stigar eru eingöngu leiðir innan íbúðar, inn í íbúðinni. Og op í handriðum, samkvæmt við frágang handriðs í 3. grein, má ekki vera meiri en 89 mm.
Og það ástæði fyrir því, og þetta er 89 mm, þetta er alveg fáránleg tala og af hverju er 89, af hverju skrifuðu ekki 90. Eða, þú veist, 80, 85 eða eitthvað. En ástæðan þetta er sem sagt ekki reyndar svo rannsókn var ekki gerð á Íslandi en hún var gerð erlendis. Að þetta er það mál sem að unga barn á ekki að koma líkamann sínum í gegnum opið. Þetta var 1,20 eins og kannski einhver af ykkur muna og það voru nokkur í Evrópu, voru nokkur dæmi, veit bara rannsóknir þaðan og tilfelli en það gæti hafa verið líka í annar staðar í heiminum en evrópskar rannsóknir sýna það að það hafa verið nokkur dæmi, tilkynnt dæmi þar sem unga börn, þar að segja skríðandi unga börn og í nokkrum tilfellum ekki eins og fann að skriðan getur mjakað sér, hafa komið kroppnum undir handrið en komast ekki með höfuð í gegn þess að 1,20 og lítið fyrir höfuðið og svo hafa þau hengst og það náttúrulega vill enginn að svoleiðis hluti gerast þannig að þetta er tala sem við höfum fengið frá, ég held að það komið frá Evrópusambandinu í upphafi, ég skal ekki alveg láta hengja mig fyrir það en það er allavega þessi tala og hún er á flestum Norðurlöndunum allavega, ég held öllum en ég ekki alveg minni samt að einhver einu stað sé þetta önnur tala. Og við bara tökum þessa tölu og hún er bara, við viljum ekki að þessi slys verði hér og förum eftir þessu. Og þá erum við komin að kafla 6 sem að fjallar skilti, leiðbeiningar, handföng og fleira vegna algildrar hönnunar. Almennu kröfur það er aðalega að maður skuli taka tillit til hóp fatlara í algildru hönnun, til dæmis skilti, leiðbeiningar skuli vera einföld og auðlesin. Litamunur á letri og bakgrunni skal vera afgerandi eins og við talaðum áður og handföng, stýringar, takkar og þess áttar skulu staðsettir í 70 cm til 1,2 metra hæð frá gólfi og ekki nær innhorni en 0,5 eins og komið fram í mörgum af leiðbeiningunum hérna undan. Þá erum við komin á 7. kafla og þá erum við komin í aðal hönnunarkaflann má segja sem er kafli 6-7. Íbúðir og íbúðarhús. Og þá er þetta almennu kröfurnar til íbúða. Íbúð skal hafa lágmarki 1 íbúðarherbyggi, eldhúsnæðarstöðu og baðherbyggi. Þetta er þessi svona stúdíóíbúðir eða einsherbyggis-íbúðir. Íbúðinni skal tilheyra geymslurými. Áður voru það geymslur og það voru sérherbyggi. Nú er það bara geymslurými, sýna fram á að það sé til rými fyrir geymsluruti. Og það skal vera þvottaaðstaða í séreign eða sameign. Íbúð í fjölbýlishúsi skal fylgja geymsla fyrir barnavagna og hjól, sameiginleg eða séreign. Það þarf ekkert endilega að vera niður í sameign, það getur alveg verið hluti af íbúðinni. Anddyri skulu vera í íbúðum. Óheimilt er að hafa íbúð með eingöngu þakgluggum. Fólk á að geta séð svona, ekki bara hvernig skýjafarið heldur líka svona. Allan að næsta nágranna. Önnur greinin lofthæð og birtuskilyrði. Lofthæð í íbúðarherbyggjum skal vera minnstakosti 2,50 að innamáli, mælt frá fullfrágengnu lofti og fullfrágengnu gólfi. Þetta ber að taka vel eftir því að það hefur ekki áður verið að innamáli sé mælt frá fullfrágengnu lofti og gólfi en núna er það þannig. Þannig það er orðið þó nokkur hækkun á lofthæð í íbúðum sem er bara til góðs. Í 3. greininni í 7. kaflanum og þá eru þessum íbúðir hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar og þar stendur að í þeim íbúðum sem eru hannaðar þannig, sem eru náttúrulega flestar íbúðir eins og við erum búin að tala áður, í að minnstakosti einu svefnherbergi skal vera athafnarými fyrir hjólastól og þetta er bara að minnstakosti einu svefnherbergi, það er ekki tekið fram hvaða herbyggi það er, sem er 1,50 að fermáli við rúm og skáp en 1,30 íbúð minni en 55 fermetrar. Sama gildir í stofu og baðherbyggi. Það þarf að vera sína fram á það sé þessi snúningsringur inn í stofu og líka inn á baði. Hindranalösu umferðarleið skal vera að opnanlegum gluggum í íbúðarherbyggjum. Þeir sem eru í hjólastóli náttúrulega sjálfsögðu geta sjálfu stjórnað súrefnisflæði inn í sín herbyggi. Ekki vera háðið því að láta eitthvað annan gera það. Hurð á baðherbyggi skal opnast út og hliðarrýmin við salernið skal vera 0,9 og 0,2 og þreplaus sturtusvæði skulu vera í baðherbyggjum. Svona svokölluð volkin sem eru voðalega mikið inn núna.
Þá förum við í 4. greinina. Íbúðir í kjallara og jarðhæð. Minnst ein hlið íbúðarrýmis skal ekki vera niðurgreining. Ein skal vera upp úr jörðu, svo ef maður orðaði þannig. Og sú hlið skal snúa á móti suðaustri, suðri eða suðvestri eða vestri og skal þar vera stofa, íbúðar eða aðal íveruherbergið. Lengd hliðarinnar skal vera minnstakosti 25% af heildarlengd veggja afmarka íbúðina. Einnig má taka fram að það má ekki vera nema 0,5 metrar upp á hinar hliðarnar í íveruherbergjum, jarðvegurinn. Þannig það eru búið lítið niðurgrafnar. Fyrir svo heimilt fyrir jarðhæðir í kjallaríbúðum. Og svo það votrýmin sem í 5. greinin. Það að gólf votrýma skulu vera vatnselt með niðurföllum. Þetta með niðurföllin mikið atriði. Svalir og svalaskýli. Við hönnun svalaskýla skal gera grein fyrir því hvernig fullnægjandi loftræsting næst í þeim rýmin sem lokast af vegna svalaskýlisins. Þetta náttúrulega mikið atriði þegar búið að loka og til dæmis að það lokar á loftræstingu baðherbergis og svefnherbergis að það þarf að sýna fram á að svalaskýli sé ekki það þétt eða það sé hafður opnalegur möguleiki þar á gluggum auðveldlega. Þannig að það náist þessi loftskipti inn í þeim rýmum sem lokuðust af vegna svalalokunarinnar. 8. kafli. Byggingar til annarra nota en íbúðar. Almennt er 1. greinin. Kröfur til íbúðarhúsa ná einnig til bygginga sem ætlaðar eru til annarra nota að svo miklu leyti sem við á. Lofthæð og birtuskilyrði. Í atvinnuhúsnæði skal lofthæð að minnstakosti 2,5 eins og í íbúðarhúsunum. Að innamáli frá full frá gegnu gólfi að full frá gegnu lofti. Þetta er lágmarkið, það er alveg heimilt að hafa það meira. Og þá kemur hérna 3. greinin, algild hönnun snyrting á baðherbergja. Byggingar sem eru hannaðar á grundvelli algildra hönnunar skulu vera minnstakosti 1 af hverjum 10 snyrtingum og eða baðherbergjum. Og skulu vera fyrir hreyfihamlaða, þó aldrei færri en 1. Í atvinnuhúsnæði skal vera minnstakosti 1 salerni fyrir hreyfihamlaða á hverri hæð og hámarks vegalengd frá vinnustöð að snyrtingu 25 metra. Þetta er mikið atriði fyrir fatlaða til að leggja mikla áherslu á þetta. Hámarks fjarlægðin frá vinnustöðinni eru 25 metrar að salerninu. Fjöldi og gerð snyrtinga. Þar sem fjöldi gesta er 1 til 15 skal vera 1 salerni og 1 handlög. Hvert salerni skal vera í læsanlegu rými með veggjum sem ná frá gólfi og upp í loft. Þarna er líka atriði. Hvert salerni sem að þið verðið að fara eftir. Hvert salerni skal vera í læsanlegu rými með veggjum, það geta verið til líka, sem ná frá gólfi og upp í loft. Þetta er gert vegna þess að í dag eru allir með síma og það eru símanir allir með myndavélar og þarna hefur verið mikil misnotkun á notkun símans. Það hefur verið að taka myndir af fólki sem veit ekki að þau hefur verið að taka myndir af því á klóstunu og svo þetta birt á notað í eineltismálum og jafnvel í nauðgunarmálum og birt myndir af fólki á netinu í ýmsu ástandi á klósti og það er einn af aðalástæðum fyrir að þessi krafi er komin inn og er komin mjög víða heim í reglugerðir. Og þetta er virkilt vandamál. Það þarf að vera veggirnir þurfa að ná niður í gólf og upp í loft. Og ef að lofthæðin er náttúrulega einhverju 18 metrar eitthvað svoleiðis, þá náttúrulega er það bara þannig að það komist ekki auðveldlega með síma eða annað, eða klifra yfir vegg hafa hana það háana, það sé ekki mögulegt. Eða hafa bara þak þá á salerninu, að það sé þá lokað ofan. Þannig að ef það er mikið lofthæð inni, þetta verði hálfgjör sem þá gámur í rýminum. Þá fyrir við í 9. kafla sem heitir samkomuhús, verslunarhúsnæði, iðnaðarhúsnæði og skólar. Og þessi kaflar eru náttúrulega með miklu fleiri greinum en ég er að fara alltaf í gegnum þannig að en þetta er það sem við viljum skoða og leggja drögum út aðalega svona til þess að stikla á stóru og svo út af aðgengismálum og öðru sem við tökum áherslun á og komum til að prófa úr því en ekki úr reglugerðinu, en ég myndi nú samt mælast til þess að þið læsu nú reglugerðina því að það er margt þar sem að
kemur ykkur uglust á óvart og sem maður þarf að notast við þegar maður er að hanna. Og þá er það fyrst samkomuhúsin og hvað er samkomuhús? Og það er meðal annars félagsheimili, leikhús, kvikmyndahús, veitingastæðir, byggingar með fundarsölum, sýningarsölum, fyrirlestrarsölum, íþróttasölum og veitingasölum og svo framvegis. Enn fremur kirkjur, safnarheimili og aðra byggingar með sambærilegri notkun. Samkomusalir í samkomuhúsum skulu eftir því sem við á vera búnir tónmöskva kerfi eða öðru sambærilega kerfi með tillit til heyrnarskertra. Og í hverju samkomuhúsi skal vera rými fyrir hjólastóla sem nemur meðal áhorfendasætanna sem nemur að minnsta kosti 1% af sætafjölda, þá aldrei færri en 1 sæti. Þetta er mikið atriði. Svo ég er kannski búin að segja ykkur áður, ég man það ekki, að þá lendi ég tímabundið í hjólastól og fór í leikhús og það var ekki alveg skemmtilegt Maður þurfti að vera, og þetta er í Reykjavíkur, ég minni þetta hafi verið Borgarleikhúsinu, það var þar og það var ekki auðvelt að vera í hjólastól þar. Þetta hjálpa manni og það þurfti að maður veri ekki í sætrum, svona bara við hliðinum, maður situr í stigaganginum og svo þegar var hlið þá fyrir allir að þjótast niður stigana, þá verður maður eitthvað með fyrir. Þetta var ekki skemmtilegt, þannig að þetta er svona hluti sem maður þarf að hafa í huga, að þeir geti líka notið leikhús. Það er ekkert sem ætti að hindra það annað en aðgengið. Skólar. Leikrými fyrir hvert barn í leikskólum skal vera minnst kosti 3 fermetrar. Rými fyrir hvert barn í hefðbundum skólastofum skal vera minnst kosti 6 rúmmetrar. Ég skil ekki alveg að hverju það ákvæðir ekki líka í leikskólunum, en þetta er svona. Því að þetta 6 rúmmetrarnir eru hugsaðar að þetta er það rými sem hvert barn þarf fyrir hefðbundna kennslustund og þá er vonandi góð loftræsting eða hægt að opna glugga vegna veðurs og annars. Að þetta er það magn sem er áætlað að hvert barn þurfi til að hafa nægilegt súrefni til að geta fylgst með og detta ekki út í athyglinni. Og það er nú það sem við höfum skóla í þessu dæmi. Og þá er það 10. kaflinn. Hann er hótel og gististaði, heimavistir, stúdentagarða, hjúkrunarheimili og þess háttar. Og við förum bara í aðra grein sem er sjúkrahús, hjúkrunar- og dvalarheimili, hvíldar- og hressingarheimili. Og það er nú verið að byggja hjúkrunarheimili allt land, alveg út á suður. Og þannig að þetta er ætti að vera miklu feitari reyndar grein, en hún er ekki mjög feit. Þetta er eitt af því sem er tekið fram þar. Gangar skulu vera minnst kosti 2,4 að breidd og það er heimilt að minnka breiddina í 2 metra ef gangurinn er breikkaður í 2,4 við hverja dyr, svipað við tölum í íbúðarhúsnæðinu og sýndum fram á þessi útskot. Þetta er svona svipuð hugsun. Og þá er það 3. greinin, hótel, gistiheimili og gistiskálar. Einn af hverju 10 gistiherbergjum skal vera fyrir hreyfihamlaða, þó aldrei færri en 1. Þannig ef einhver er með 1 herbyggi sem gistiherbyggi, þá þarf það að vera fyrir fatlaða. Ef hann er með 2, þá þarf annað að vera fyrir fatlaða og svo framvegis. Leið þá komið númer 11, þá þarf 2. Og svo er það íbúðir og heimavisti fyrir námsmenn, svo kallaðist, eða oft nefndir líka stúdentagarðar, en þetta getur náttúrulega verið heimavisti fyrir yngri börn, heldur en stúdenta. Íbúðir og heimavisti fyrir námsmenn, stúdentagarðar. 1 af hverjum 20 herbyggjum á heimavistum og íbúðum hjá stúdentagörðum skulu vera fyrir hreyfihamlaða. Á hverja hæð þar sem ekki er baðherbyggi fyrir hreyfihamlaða eða í einni eða fleiri íbúðareiningum skal vera snyrtingur hreyfihamlaða í sameign. Ef eins og þetta stendur, ef einu íbúðin er ekki með snyrtingu fyrir hreyfihamlaða eða sem ekki hægt að koma fyrir hringnum fræga, 1,50 hringnum eða ef þetta er lítil íbúð, þannig 1,30 hringnum, þá þarf að vera þessi snyrting í sameigninni á hæðinni. Og þetta er gert til þess að þeir sem eru hreyfihamlaðir geti heimsótt þá sem eru ekki hreyfihamlaðir og líka til þess að þeir geti verið með til dæmis í hópvinnu og annað þeir sem er gert inn á herbyggjum eða í sameiginlegu rými þeirra á þeirri hæð. Og þannig að þetta er til þess að auka gæði hreyfihamlaðra sem búa í þessum íbúðarúrræðum. Og þá er það 11. kaflinn.
Hann aðrar byggingar heldur en íbúðir og svo atvinnuhúsnæði og svoleiðis. Og þar undir til dæmis frístundahús sem margir kalla bara sumarhús en eru sem frístundahús sem eru til útleigu en það eru frístundahús sem eru til útleigu. Skal að minnsta kosti 1 af 10 hannað á grundvelli algildrar hönnunar. Frístundarhús skulu einangruð samkvæmt ákvæðum 13. hluta reglugerðarinnar, sama hátt og einbýlishúsin eða íbúðarhúsnæði. Og svo þjónustukjarna. Þjónustukjarnar svona þar sem að stoppar, það eru byggingar og skýli, upplýsingartöflur, þetta eru áningarstaðir og aðkoman að þeim skal hanna á grundvelli algildrar hönnunar. Þetta er svona sem hann rekst á þjóðvegunum og á þjóðgörðum og víðar. Og þetta þarf að vera aðgengilegt fyrir alla. 6.11.7, það eru fjallar þjónustukjarnana. Og hér er sýnt á mynd 5 og hvernig er hægt að taka tillit til hreyfihamlar í svona hönnun á þjónustusvæðum. Eins og bara það að framlengja svona piknikborði. Þannig að hjólastóllinn komist annarkot fyrir enda eða svona til hliðar. Eins og sýnt er hérna mynd 5 og 6. Það er náttúrulega bara ekkert mál og það er bara smá hugsun til að gera það og þá geta allir komist þarna að. Eins má segja sko við áningarstaði, ekki bara það sem að stoppar og hendir sér út úr bílnum, heldur líka þar sem eru að göngu, meðfram stígum og annað og við garða og svoleiðis, að þá er eins og mynd 7 og 8 af bekkjum að það sé svona hliðarými, þar sem er pláss fyrir hjólastól og barnavagna og svo framvegis. Þetta er svona, það er bara pínulítið að hugsa, jú, hérna hafum við 1 metra í viðbót í útskotinu þar sem bekkirnir eru og svoleiðis, bara aðeins að pæla sko. Og hérna í mynd 9 er öll mál, hvernig er æskilegt að í hvaða hæð hlutinir eiga að vera á bekkirnir og gráður á þeim og hérna ekki það að það verði að fara alveg beint eftir þessu en þetta er svona ef þetta næri eitthvað austar á þessu bili þá er það mjög æskilegt, sérstaklega hæðin á þeim.